Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla og stjórnandi hlaðvarpsins. Áður en við vindum okkur í þætti dagsins, þá vil ég þakka þeim sem gera þetta mögulegt. En mínir kæru samstarfsaðilar sem styðja við bakið á mér og bæði með trú, eldmóði og samvinnu sem skiptir öllu máli. Af því að án þeirra þá væri þetta verkefni ekki það sama. Þannig að mér langar bara að þakka þeim fyrir að standa með mér í þeirri vegferð, að dreifa heilsu, innblæstri og fróðleik til ykkar hlustenda. En samstarfsaðilar mínir eru Spíran, Heilsuhillan, Virkja og Geosilika. En mér langar að byrja því að nefna Spíruna, sem að ég svo heppin að vera í samstarfi við og það nú á matseðli sumarsalat heilsuerlu sem að enginn má missa af. Síðan það Heilsuhillan sem að í eigu Artasan og astaxantín heilsuvara maímánaðar og ég mæli heilsugar með að taka astaxantín núna sérstaklega þegar sólin farin að skína. Hún svona, ég ekki að grínast með munin. Ég tók astaxantín, byrjaði að taka fyrir nokkrum árum. Maður fær bara miklu fallegri lit á húðina og brennur síður, en ekki samt gleyma sólarvörninni. Síðan það Virkja og Virkja markþjálfunarskóli, þar sem að ég á svo ótrúlega, ég á þeim svo mikið að þakka og ég að segja ykkur að hlaðvarpið orðið ennþá betra af því að ég lærði markþjálfunarnám þar og bara, finnst mér duglega að hlusta á innsæið mitt og spyr betri spurninga. Ég get svo svarað það. Ég vona að þú sért sammála. Og síðan, en ekki síst, það Geosilika sem nýjasti samstarfsaðili hlaðvarpsins og ég hveti ykkur til þess að kíkja á geosilika.is og þið getið nefnilega fengið 15% afslátt af öllum vörunum þeirra með kóðanum heilsuerla með stóru hái. Þannig að kíkið þið endilega á geosilika.is, spiran.is, heilsuhillan á Instagram og virkja.is. Og þau eru líka öll á Instagram sem ég hveti ykkur til þess að kíkja á. En þá ætlum við bara að vinda okkur í þátt vikunar eða þætti vikunar. Þeir eru 3 styttri heilsumólar, aðeins öðruvísi fyrirkomulag. Gjörið svo vel. Heil og sæl, kæru hlustendur og veriði velkomin aftur í heilsumóla með Ólafi Þór Ævarsinni. Í þessum heilsumóla ætlum við að ræða forvarnir í geðheilsu. Þannig mér langar bara að byrja því að spyrja hverjar eru helstu mögulegu forvarnir gegn geðsjúkdómum? Í varðandi geðsjúkdómana þá eru forvarnir öflugar. Það hægt að gera mjög mikið í forvarnarskyni. Og maður getur skipti í þannig að það sé forvarnir sem einstaklingurinn sinnir, hvernig hann fer með sína heilsu og síðan forvarnir sem eru þá tengdar einhvers konar átaksverkefnum eða hópum eins og til dæmis fyrirtækin að gera með mannauðsstefnu og slíku. Og svo í þriðja lagi aftur forvarnir sem eru yfir allt samfélagið, það sem gætt að heilsu okkar með stýringu, til dæmis á áfengissölu eða fræðslu og áróðri eða aðbúnaði eins og til dæmis að kenna börnum lífsleikni eða gæta því að við höfum nógu gott húsnæði fyrir ungar fjölskylda og svo framvegis. Þannig að það einstaklingsbundin, hópa og samfélagsforvarnir. Og við getum rætt hvert þátt eða tekið dæmi. Já, bara endilega. Dæmi eru mjög góð. Við getum gert mjög mikið sjálf hvert og eitt. Eins og bara með líkamlegu heilsuna að hreyfa okkur og passa mataræði og annað. Svefnin. Og svefnin. Og svefnin kemur nú aldrei sinna á andlegu hliðina. Og stóra máli þarna náttúrulega það sem gerist varðandi álag. Að maður keyri sig ekki í misskildum dugnaði inn í ofur álag og hljóti í staðinn kulnun eða sjúklega streitu.
Og þetta er eitt af stóru málunum núna, þetta er eina af algengustu ástæðum veikindafjarveru. Já, það ekki? Að vera í kulnun. Og þeir sem fara inn í sjúklega streitu, þeir eru oft frá marga mánuði. Hver er munurinn á sjúklegri streitu og kulnun? Kulnun er þýðing á enska orðinu burnout, sem er lýsing úr vinnusálfræði. Sjúklega streita er sjúkdómsgreining innan geðlækningana. Þýðing á enska orðinu exhaustion disorder sem vísa til þreytu einkennisins. Og munurinn á líðaninni er að sá sem er í kulnun, hann er þreyttur og hann er með skert álagsþol og hann er með truflaðan svefn og hann er oft með kvíða og depurð, skapbreytingar. Sá sem er í sjúklegri streitu, hann er með meira af þessu öllu, sterkari einkenni, verulega truflandi þreytu og svo það sem kallast vitræn einkenni. Hann getur ekki innbytt sér og minnið er bilað. Okay. Það er það sem truflar oft vinnugetuna og í báðum þessum stigum er oft samskipta truflanina þegar maður líður úr það illa því að heilin er jú félagslegt líffæri. Þegar hann bilar þá er ekki bara minni og einbyttingi sem fer heldur við eigum erfiðara með samskipti. Af hverju telurðu að þetta sé orðið svona svakalega algengt? Ef ég vissi svari þá fengi ég Nóbelsverðlaunin. Ég held samt að þetta sé margir orsakaþættir og tæknin er eitt og áritið sem henni fylgir. Ég held líka að við höfum eða séum að glata eiginleikanum að hvílast. Við rættum heldur betur það í þættinu þínum í fyrra. Já. Hvíld. Það þurfa bara allir að hlusta á þann þáttæl. Já, en hvíldin er svo ótrúlega dýrmætt. Ef við erum að sjá fyrir okkur einhver svona ferli og dæmigert mál er kona á miðjum aldri, hún er velmentuð, hún er á toppi ferils síns og hún er með 3 börn heima og mann sem er mikið fjarverandi vegna vinnu. Svo á hún líka móðir sem er farin að eldast og er svona á leiðinni á hjúkrunarheimili. Það er mjög mikið að gera í þessari konu og hún sér álagstættinni í vinnunni sinni en hún kannski metur ekki álagið heima sem einhvern álagsþátt. Það er allt í lagi en þetta tekur orku samt. Og hún gleymir sjálfur sér. Og fyrstu viðbröðin þegar að álagið er of mikið er að keyra sig upp meira, skera niður hvíldartíman, hætta að hitta vinkonurnar og missa svefn. Og ef hún er þannig innstilt sem er nú kannski ekki alltaf, þá finnst henni gott að róa sig niður á kvöldið með rauðisglasi. Og allt þetta ítir undir þessa þekktu vítarhingi sem við þekkjum. Og ef hún nær tökum á þessu, sem er oft mjög einfalt með stuðningi og ráðum, kannski stuttu veikindaleyfi, ekkit endilega samt. Uppbyggingarleyfi eins og svo fallegt sem hún orðaði að hún Hilda Hrönn. Það er mjög gott orð. Það er svo fallegt. Og það er auðvelt að stoppa þetta ef að fólk setur sér það stellingar og þá gerist ekkit meir. En ef þetta heldur áfram og það verður einhver áralangur vítaringur, þá getur fólk festst í sjúklegu þunglindi og sjúklegum kvíða. Og þá er maður orðinn veikur og þá komin allt önnur staða. Og þessna finnst mér jákvætt að tala streituna því að þar er svo mikið tækifærið að stoppa hlutina af. Þú ertu búin að vera með streitu skólan í mörg ár? Já, við erum búin að vera með hann í 25 ár. Já. Vá, einmitt. Já, og það er bara mjög áhugavert að það hefur á því tímabili svo stór aukist umfjöllun og opnast umræðan þetta sem mikilvægt af því að hvert og eitt okkar ætti að vinna meira í forvörnunum. Og þetta er bara hluti af heilsu forvörn að passa upp á andlegu hliðina eins og líkamlegu hliðina. Einmitt. Þannig að þetta eru einstaklingsþættirnir, eða ekki, sem eru búin að fara yfir? Það sem er líka breyst á þessum 20 árum rúmum er að fyrirtækin eru komið með mannursráðgjafa, mannursfræðinga og hvað gera þeir? Jú, þeir eru að vinna með mannauðin, þeir eru að vinna með að fólki líði vel og heilsan sé góð. Og það er mjög merkilegt forvarnarstarf sem er pínlítið falið. Fyrirtækin hafa lagt í þennan kostnað og metið það sem dýrmætt að minnka veikinda fjarveru, draga úr slysum og auka framleiðni með því að passa vel upp á
andlega, já, og líkamlega heilsu starfsfólks. Og þarna finnst mér stundum eins og atvinnulífi hafi stólið forvarnar kraftinum af heilbrigðiskerfinu. Þetta er fæst þangað, en svo er þetta starf bara mjög öflugt og áhrifaríkt. Þetta er frábært að það er hægt að vinna það innan fyrirtækja. Já, og annað hugtak sem er kannski ekki fjalla mikið hérna, en heyrist oft út í hinu stóra heimi, það er veikinda nærvera. Þá maður í vinnunni, en eiginlega ekki vinnufær. Og þá framleiðni í því fyrirtæki minni og meiri hætt á slysum. Og þessi hópur, við vitum ekki hvað hann er stór, þeir sem eru í veikinda fjarveru svona heilt yfir í samfélagum eins og okkar, þetta eru einhver svona 2-4%. Og veikinda fjarvera, það veikinda fjarveran og kostnaði við það. Já. En veikinda nærveran kannski að minnstakosti svona stór hópur í viðbót, jafnvel stærri. Sem bara algjörlega falin, svolítið. Sem svolítið falin. Ja. Og við gerum þetta nú oft, við mætum stundum með flensuna og getum ekki gert mikið þann daginn. En ef ég hálf heilalaus fyrirgefðu og gleymin og óeinbeittur og í vinnunni samt mánuðin saman, það gerist ekki neitt. Það hefur ekki góð áhrif. En þú segir þú sagðir áðan að ef ég bakka aðeins í einstaklings að þegar einhver komin í kulnun eða streitu. Já. Ferðar svolítið bara eftir einkennum hversu lengi viðkomandi að ná fullri heilsu. Flestir ná sér bara mjög fljótt. En svo alltaf einhverjir sem eru komin mjög langt inn í þetta ástand og eru bara mjög lengi að ná sér. Það til góða rannsóknir frá Gautaborg fólk sem að koma á streitustofnunum þar í greiningu og meðferð. Og það fólk kom frá vesturhluta Svíþjóðar og var allt með mjög alvarlega tegund af sjúklegri streitu. Og það búið að fylgja þessu fólk í 10 ár og þá eru 20% sem hafa ekki náð sér eftir 20 ár. Já. Nei, eftir 10 ár. Já. Og 20% sem ekki hafa náð sér. En þá getur maður svo sem sagt á móti 80% hafa náð sér. Já, það er mjög gott. Já. Það sem þarna þetta ekki eins og kvef að maður jafnir sig bara á nokkrum vikum með þetta tekur oft tíma að jafna sig. Og stundum þarf að gera eitthvað róttækt til þess að batinn komi, breyta aðstæðum í vinnunni eða breyta því hvernig viðkomandi einstaklingu nálgast vandamálin í vinnunni eða leysi þau mál sem eru í gangi. En sko, að þú vorst að lýsa hérna einhverju dæmi konu, mér finnst svolítið samfélagið, það pínu gallað eða brotið, ég veit ekki hvernig maður orða það, því að það ætlast til svo mikils af öllum. Já. Það eins og, við höndlum þetta ekki lengur. Þetta svolítið við sletti. Þetta svo algengt að fólk fara í kulnun. Já, það það og það alveg rétt og þá getum við talað sko samfélagsforvarnirnar. Já. Að við reynum að finna leið til þess að draga úr þessari pressu, hægja á hjólunum. Og hvaðan kemur pressan? Hún kemur náttúrulega frá en hún kemur líka frá samfélagsmyndinni og það má líka segja að fjárhagslega pressan sem á ungar fjölskyldur á Íslandi í dag, hún mjög mikil að koma yfir sig þaki, eignast fyrstu börnin, skilurum. Það eru margir sem að þurfa og flestir sem að þurfa að hafa verulega mikið fyrir þessu og þá verður það álagsþáttur bæði að hafa nægilegt fé til þess að gera þetta, að hafa öryggi til þess að hafa mömmuna heima í barneignarfríi, að hafa öryggi til að fá barnaheimili þegar okkur hendar. Þetta þessi þættir sem að skipta gríðarlega miklu máli. Og einhvern veginn á Íslandi hefur þetta verið svolítið lamasess í smá tíma, finnst mér, svolítið langa tíma. Ja, sjálfsagt má segja að samfélagið sé alltaf að styrkjast og batna, en ég held við getum gert betur að standa vörðum hag unga fólksins. Hvað getum við gert? Hvernig samfélagsbreytingar séu fyrir þeirra getur verið forvarnir? Já, það það sem að gerist í gegnum menntakerfið og fjármálakerfin, að það sé hægt að koma yfir sig húsnæði og hægt að eignast börn og hægt að stunda nám án þess að það sé of flókið fjárhagslega
að því að einhvern veginn kröfur nútíma samfélagsins eru bara svolítið þannig að Já. En þú mátt ekki gleyma því að ég er ekki stjórnmálamaður en það sem maður getur sagt að sko stjórnmálin og félagslegu aðstöðunar, það er til mjög mikil fræð þetta, hvernig áhrif það hefur á heilsuna og alveg sérstaklega á geðheilsuna. Og við erum alltaf búin svo vel hér að við búum ekki við stríð og fátækt eins og löndunum í kringum okkur, við erum komin miklu lengra. En ég held að við gætum náð enn framar með því að tala meira þetta og svona finna hvað skiptir máli fyrir heildina. Sko, í síðasta heilsumála þá talaður góðkynja og illkynja geðsjúkdóma. Já. Þessar forvörðnar sem við erum að tala er þetta þó ekki aðalega við þessa góðkynja? Það er erfiðar að kannski vera með forvörðnar við illkynja sjúkdómana. Góð spurning. Fræðilega skiptum við forvörðnunum svo aftur á annan hátt. Þannig að það er fyrsta stigs forvörn og það er komið í veg fyrir að maður veikist. Það er svona svipað eins og bólusetning við COVID, þú veikist ekki. Í geðlækningunum væri það að þú værir fæddur í ætt sem að væri algengt að einhver hefði áfengisvandamál og þú fengi fræðslu og þú myndir taka þá ákvörðun að drekka aldrei dropa. Við höfum nú haft heyrt þetta. Já. Annars stigs forvörn, það er að grípa inn í ef það mynda sjúkdómur og meðhöndla fljótt og vel, þannig að valda ekki skaða. Og dæmum það er að finna hækkaðan blóðþrýsting og meðhöndla hann. Þá fær maður ekki nýrnaskemmdir eða hjartaáfall eða eitthvað vera. Og í geðlækningunum er það að greina til dæmis þunglindi á forstigum snemma og gefa strax viðeigandi meðferð sem oftast er árangursrík og þá læknastu fljótt og vel og þá er minni líkur á alvarlegu afleiðingunum eins og það sem er allra verst, sjálfsvígið. Og þriðja stigs forvörn er að takast á við sjúkdóm sem er fann að valda truflun og reyna að draga úr truflunni, þetta köllum við stundum skaðaminnkun og dæmum það væri einhver sem hefði fengið heilablóðfall að þjálfa hann upp þannig að hann þyrfti ekki að vera í rúminu, gæti jafnvel komist úr hjólastólum og gengið og hreyft sig og bjargað sig sjálfur. Það er gert á með þjálfun. Og í geðlækningunum væri það til dæmis að vinna með endurhæfingu sjúkling sem væri að greinast ungur með geðklofa sem er lífslangur sjúkdómur, kenna honum á sjúkdóminn, gefa honum lyf til að bæla einkennin, þjálfa hann að takast á við það sem að hann er í erfiðleikum með, svo sem er svo samskipti eða sjálfsbjörg og menntun og koma honum út í lífið. Og þetta eru mjög öfluga forvarnir. Já, ég heyri það. Já. Þannig að já, ok, þá skil ég munin á þessu. Þannig að þessar þriðastigs forvarnir eru þá kannski svolítið mest við þessa illkynja sjúkdóma. Nákvæmlega. Og það er svo lítið erfitt með forvarnir í heilbrigðiskerfinu almennt að sýna fram á ávinningin þegar maður er að horfa á kostnaðartölunar. En það er samt til viðmið og eitt frægt viðmið sem er mikið rætt í sambandi við endurhæfingu þeirra sem hafa illkynja geðsjúkdóma að hver króna sem er lögð í endurhæfinguna að þá skilir það sér sem 8 krónur tilbaka í kostnaði samfélagsins. Svona er munurinn mikill. Þannig að það borgar sig að verja fjármunum í forvarnir. Það er meira en bara líðaninn, það er veikindafjárvera, það er örorka, kostnaði fyrir samfélagi, meðferða kostnaður og svo framvegis. En finnst þér þessar forvarnir sem er verið að gera, finnst þér að vera árangusríkar? Hafa það sýnt? Þær eru það, en við gætum stýrt í meira og við þyrftum eiginlega að fá þetta meira inn í áætlanagerðina til dæmis í fjárlögunum og það er svona viss vonbrigði að heilsuhagfræðin er ekki komin lengra en það að þetta er snúið að reikna þetta út þannig að allir sjáu að peningunum er vel varið. Þannig að því vorum aðeins að tala bara þjóðfélagsgerðina hvernig hún er. Nú er samfélagsmiðlanotkun og þessi sími og þessi tæki einhvern veginn bara í höndunum á öllum alla daga. Sjáu þið einhverja breytingu þar á geðheilsu og eru þá einhverju forvarnir sem við getum gert? Já, ég er kannski sjálfur ekkert svo neikvæður út í
út í tæknina vegna þess að þetta bara eitthvað sem að gerast og við sittum uppi með tæknina og hún hjálpar okkur á margan hátt og mannskepnan hefur heilin mjög mikla aðlögunar hæfileika en þetta bara eins og annað sem við höfum í höndunum við þurfum að hafa einhverja skynsemi til að stýra þessu og þetta fara ekki böndum og kannski erum við nú ekki alltaf duglega við að fullanda fólki en við þurfum alveg einilega að stýra bönnunum meira með þetta því þau dragast inn í hennan heim og eru bara föstar ef við erum ekki með að hjálpa þeim og þarna mikið áriti og þarna hætta líka á einangrun. Já, ammit, já. Það maður sitja bara inn í myrkru herbeggi í tölvunni. Svo reyndar eru náttúrulega krakkarnir að tala saman í gegnum tölvurnar og leika sér saman. Algjörlega. Þetta hefur allt kost og galla. Já. En ég var bara að velta fyrir mér hvort það væri eitthvað sem þú sagði fyrir í framtíðinni sem að hvort það þyrfti að vera með einhverja svona fræðslu eða Ég trúi mikið á fræðsluna því að í henni felst forvörn og við gerum þetta til dæmis sambandi við áfengið að það ákveðin aldur þegar maður má kaupa áfengið og ég held að það sé bara fínt að vera með meiri áróður áfengi og vímuefni og að þá þeir sem að vilja nota efnin byrja ekki fyrir eftir 20 þegar heilin og svona aðeins meira formaður hvaða gagn gerir svona áróður, ég veit það ekki þetta deilum það við höfum náð miklum árangri í áróðri gegn reykingum Algjörlega. Þannig að það skiptir máli að hugsa svona hluti beita fræðslunni markvisst og svo þetta beita fræðslunni á þess að það sé áróður við höfum aldrei tæknina til þess að ýta fræðslunni að fólki Já, algjörlega sko Ég heyrði í útvarpinu daginn, ég held að hafi verið Akureyri, ég ekki alveg viss, það var einhver kaupstaður sem ætlar bara að fara í algjört átak meðal foreldra að þau fá ekki samfélagsmiðla fyrir þennan orðin 13 ára. Já, og ég held að sé auðvitað að gera þetta í gegnum samfélagi sem held eða skólakerfi sem held og margt gott kemur frá Akureyri og þeir eru með þróaðar hugmyndir heilsueflandi samfélag. Já, þú hjálpaði nú heldur betur enn í Hildur Hrönn sem kom hérna í viðtal til mín. Hún sagði hún hefði fengið stuðning frá þér. Já, hún hluti af Streitskólateyminu. Já, það rosalega flott sem hún að gera heilsueflandi vinnustöður verkefni. Já. Þannig að það líka forvörn. Já, heldur betur. Ef fyrirtækið eða stofnun taka þátt í því, það bara rosa forvörn. En það má alveg auglýsa það og það einhvers konar, aðferðafræði sem að landlæknisembætti hefur komið á framfæri sem aðgengilegt öllum. Já. Og hún hefur notað það fyrir læknana sem hafa tekið hugmyndur mjög vel og fleiri getur nýtt sér þetta. Þetta svona eitt af því sem vel gert en kannski ber ekki mikið á og kostar ekkert. Og kostar ekkert og bara örugglega mjög öflug forvörn. Já, einmitt, mér líst nefnilega rosa vel að það. En svona lokum þá sá ég að þú ert komin í nýtt starf. Já, það er bæði nýtt og ekki nýtt að ég þá búin að vera með læknastofuna mína í mörg ár sem bara einsamall geðlæknir en þó ekki vegna þess að í kringu Streituskóla myndaðist teymi sérfræðingar og ýmsum áttum og við fluttum okkur fyrir nokkrum árum inn í heilsuvernd sem að sinna við að mikillir ráðgjöf við fyrirtæki sem að mörguleyti öflugt forvarnarstarf og þar fyrir stórt teymi sem við saminuðust sem við köllum ýmsum nöfnum, samfélagsteymi sem vinnum með sálfélagslega vinnuvernd og þá hef ég fengið það hlutverk að styðja við þetta teymi og svona mynda stærri hóp og fjölbreyttari hóp og nýta betur þá reynslu sem fyrir þarna og þetta á þá við bæði aukna þjónustu við mannustjórana og við fyrirtæki en líka að einhver leið til langar okkur að miðla þessu inn í heilbrigðiskerfi líka þannig að því við erum með svona annan fótinn út í atvinnulífinu og hinn fótinn inn í heilbrigðiskerfinu og þá þar mjög gott tækifæri að vinna með forvarnir því að við erum að tengjast fólki og hitta fólk sem ekki beinlínis að leita eftir meðferð en opið fyrir forvarnar hugsunni. Já. Og þetta fólk sem í teyminu, það getur verið markþjálfar eða læknar eða hjúkrunarfræðingar eða sálfræðingar
og fjölskyldur ráðgjafar og svo ýmsir fleiri ráðgjafar að koma inn og margt spennandi að gerast þarna sem að við munum láta bera svolítið á okkur í haust. Mér líst rosalega vel á þetta og ég hlakka til að fylgjast með. Já. Æðislegt. Herri, þá ætlum við að láta gott heita með forvarnirnar. Þetta var annar þáttur af 3 í heilsumólum Ólafs og ég bara hlakka til að hitta ykkur aftur í næsta heilsumóla sem að missa heilsuna í kjölfar áfalla. Að lokum langar mig bara að minna á Instagramið, Heilsu Erla og Facebook-hópin sem heitir Með lífið í lúkunum hlaðvarp. En þar setjum við stundum inn eitthvað svona bak við tjöldin, setjum við jafnvel inn spurningar og þar má setja inn hugmyndir ef þeir eru með hugmyndir af viðmælendum. Og svo að sjálfsögðu langar mig líka að hvetja alla til þess að gefa hlaðvarpinu 5 stjörnur á Spotify eða Apple og það hjálpa mér alveg rosalega að fá fleiri digga hlustendur eins og ykkur og koma þessu frábæra efni á fleiri staði af því að þetta er svo mikilvægur upplýsingar sem að fólki sem kemur til mín að segja okkur frá að ég bara vona sem allra flestir fá að njóta. Og ég segi bara þangað til næst, hafið það alveg svakalega gott.